5, 4, 3, 2, 1. Trölladráp! Litla ananmaður! Mundi, góða strákur! Já, komið sæl og blessuð, velkomin aftur í almenna Overwatch. Í dag höfum við hörkuspennandi leik á milli Bölvun Akademíu og Berserkir. Ég heiti Skaufur eða Guðmundur eins og fólk kalla mig og hérna með mér að kókasta er Ég er Arnar Óli eða Snella eins og ég er inn á Overwatch Ísland. Við eins og fyrir að nefnt ætlum að horfa á Berserkir vs. Bölvun Akademíu og Já. nú erum við búin að skrima við Bölvun Akademíu svolítið og við þekkjum alveg tiltölulega inn í þá en við veitum ekkert Berserki. Hvernig heldur þú að fólk spili í kvöld? og ég held að þetta verður bara mjög close leikur sko, þú veist, við erum náttúrulega búin að skrifa Bölvun mjög mikið, ekki við Berserki en skill leveli á þeim hérna bæði liðum er bara mjög jafnt myndi ég að segja sko og ég er bara mjög spenntur að sjá hvernig þetta verður. Já. Já. Þannig er það. Við- Í Berserkjum höfum við ég ætti kannski að byrja það leikur byrjað áður en ég kynni það inn. Mögulega, já. Leikurinn mun byrja bara eftir örskamma stund. Hörkuspennandi leikur. Þetta er ég til að horfa á þessi lið keppa. Þetta er þriðja umferðin. Hörku spennandi. Og þá erum við bara að komast inn í leik. Já. Og Og byrja fyrsta fyrsti meppið leikur. verður Lijiang Tower. Já. Hvað bæði liðin taka hérna? Svona við þurfum að bíða eftir að allt kom í gang. Og okkur vatn og svona, það er leikur byrjar. Allt í lagi. Okay. Og í Bölvun Akademíu er Freyr God á Ball, Fusion á Diva, QRT á Echo, Kivibird á Symmetru, Venusat og Nonni á Brigg og Zenyatta. Þetta er classic ball comp hérna. Fyrir utan DPS-lænið. Og Berserkja megin höfum við Pappan á Reinhardt, við höfum Guttix á Dífunni, Siltus mætir á Soulchildum, Logi á Junkrat og Chaos á Baptiste, Stormur á Zenyatta. Og það er komin pása. Ekki vissum af hverju. Hvað heldur að þetta sé? Kannski pissupása ekki? Nei. Gæti verið tölvuvesen. Já. Ég veit. Muni dummir og herrar Overwatch samfélagsins alltaf að taka pissupásu fyrir leik. Þetta er óbundin regla sko. Það er bara verðið að gera það. Og nú ætlum við að hoppa aftur inn. Og haldum við að allt ætti að vera að koma í lag. Sjáum við það. Boltinn kemur í gegn og Stormur er farin af. Stormur verður búbbar af Ball. Og Logi QRT á Echo.
Og það er allir að skjóta alla. Boltinn fellur. Chaos með 2 öll í pick. Kífubörn nær Chaos. Ekki farin að Fusion. Logi með gott pick á QRT þarna. Nonni fellur niður fyrir Siltus. Freyður gott er komin aftur til að kontesta og stormur fellur. Kífubörn er bara að jarða allavega en berserkir ná punkt. Svakalega vel gert þegar hann þarna. Ná Nonna early og nota lítið til að fá þetta point þarna. Já, og nú sjáum við að koma yfir brúna að reyna að kontesta þetta. Pappinn chargear inn en nær ekki miklu og fellur fyrir því. Ég mun satt nær pickið þarna. Og boltinn er að trufla backlineið hjá berserkjum. En QRT tekur Loga Chaos út. Mér sýnist bara Bölvun vera að ná point hérna. Já, Bölvun bara klínar hús. Frábærlega gert hjá þeim. Svo við spammið byrja að koma inn frá Junkrattinum. Gífurlega leiðilegur og sterkur karakter hefur rétt spilað. Siltus byrjar að póka Tracerinn. Og rallyið kemur út. Nú verður bara stakka armor á því veriðist. Kífubörn lukka fyrir pulsbombi, hittir ekki. Og lappinn kemur út. Window kemur frá Chaos. Færsleikið. Soldier Windowar. Það kemur dífabomba og tekur út Kífubörn. Stór bomba. Þeir eru bara í svaka slag punktinn. Dífa er að ein ábyrg en virðist alltaf að bakka út hér. Ég sýnist. Já, gæti verið stór bombi hjá Dífu. Riptide kemur út. Nær engan. Jú. Tekur út ekki dífuna og pappinn chargear brygg út af mappinu. Og Logi tekur út Kífubörn og berserkinn á punktunum aftur. Gríðarlega jafnt hérna milli bæði liðin. Sjáum hvernig þetta verður. Þetta er bara eins og Reipitog punktinn. En enn og aftur og í staðar og pókið byrjar á henni. Guttix reynir að forma mech. Og bolti kemur í gegn. Feldravar. Bölvun Academy að engagea nær Guttix. Nonni nær Siltus hérna. Rosalega gott dive hjá þeim. Bölvun Academy aðtósa. Rally kemur frá Venusat. Gott puls hjá QRT, hjá Kífubörn. Og nú er Guttix bara einn eftir á punktinum og hann fellur. Bölvun Academy tekur punkt enn og aftur. Og enginn er að toucha. Berserkir eru satt með 86% á pointinu sko. Ég held að þeir þurfa eiginlega bara eitt fæti viðbót og þá fá þeir þetta map hérna. Já, en við meðum ekki glemma því að Bölvun Academy er að spila með mjög hratt lið sem gæti komist aftur til að kontesta ef einhver fellir hérna. Það er ult advantage hjá Bölvun Academy, sjáum hvort að þið getur notað það vel. Window kemur út hjá Bap. Siltus í flankinu, tekur út Nonna og hann er bara einn eftir Siltus einn eftir á point. og hann er tekinn út. Rosalega vel spilað á Gardens hjá Bölvun Academy. Mjög vel spilað höfum, já. Og þá tökumst við á við Night Market. Og eins og stendur þá er pappinn á Reinhardt, Guttix er á Roadhog,
Syltus er á Symmetru, Logi á Junkrat, Chaos á Baptiste, Stormur á Zenyatta. Og í bölvun er Freyr The God á Rhine, Fusion á Divu, QRT á Reaper, Keyboard á Sim, Venusat Nonni á Bapp og Lucio. Bæði liðin ætla örugglega að TP-a upp og þetta verður mjög gott bról hérna. Bölvun frekar sveinir, þeir taka ekki TP. Afskið, Berserkir. Berserkir eru náttúrulega ekki með neitt Lucio til að gefa þeim þennan auka hraða sem að Bölvun Academy hefur. Roadhog hittir QRT og þeir EP teleportera fyrir aftan. Hrikalega gott búb hjá Nonna þarna, landsþekktur Lucio player. Og bara Bölvun Academy hlvalta yfir Berserkir. Nú sjáum við að reyna að klára Loga þar sem hann situr einn eftir í spóninu sínu en þeir ná honum ekki. Nú sjáum við Syltus er komin yfir á Widowmakerinn. Hvað haldið þið að hann gerir með þessu? Mér finnst alltaf rosalega gaman og spennandi að sjá Widowmaker. Syltus nær pikki ákvörði til hérna og það munu Berserkir lukka við þeirri engeji. Windowið kemur hjá Venusat en þetta var fyrir eitthvað jæks window að mínum mati. Fusion missi Mac Lampi komið niður. Massíft chatter hjá Freyr The God, nær þremur en trans kemur hjá Storm og Bekkalogi nær engan. Sýnist bara Berserkir vera að ná að vinna þetta fætt. Berserkir taka fætið. Sjáum við Bölvun Academy regrúpa og Kivibird er komið með vegg og Nonni er með Sound Barrier og Guttix er með Whole Hog. Sjáum nú hvað gerist hér. Widowmaker er dæfaður dæfið. Hægri strák hjá Freyr The God, nær Syltus. Simveggurinn kemur. Stór lampi hjá Chaos. Reaper gæti við lukka fyrir flankið. Diabombi kemur, nær engan. Þetta er fyrir grífulega jafn fætt en Það er búbið frá Nonna yfir á Storm og hann fer út á mappinu. nú sýnist bara Bölvun Academy taka þetta fætt hérna. En Syltus tekur 2 og nær kontestinu, en nei. Það er þetta nær hann. Núna er geta recontestað þetta hérna. Erfitt fyrir pappan að lappa inn með enga supporta. Fusion á Loja og Nonni búbalóðanir. Stórt deskblásum hjá QRT nær báða supportana. Og Bölvun Academy eru komið 90%. Hvað ætla Berserkir að gera? Hvað er svarið? Syltus er komin einn inn, tankar Symmetra búblu. En hann virðist ekki ná neinu engulu hérna. Window hjá bæða mappinu. Shatterinn mistar Syltus Freyr tekur God. vunn. Nær Chaos. Hér sjáum við bara Bölvun Akademíuna taka leik nummer 1 og þar á leiðandi er 1-0 fyrir Bölvun Academy. Já, en að play the game. Play of the game. Það er kaos. Alltaf gaman að sjá support að fá að playa það gegn. Virkilega flott hjá honum. Gríðarlega jafn fyrsta leikur og nú skulum við sjá hvaða borð þeir velja næst. 1-0 fyrir Bölvun Academy og Nú ræða Berserkir sín á milli hvaða borð þeir vilja velja.
en þeir geta ekki valið King of the Hill eða Control því að fyrsti leikur er alltaf Control en þeir mega velja Escort, Hybrid eða 2CP eða bara svo lengi sem það er ekki Control. Hvað heldur þú að verði fyrir valinu? Bara svona ef við erum að spökulæra okkur á milli. Spökular á milli, ég veit það ekki, sko. Ég veit ekki alveg hvað Berserkir spila nefnilega, við hefum ekki skrifað í langa tíma, en þú veist. Gæti alveg séð mig fyrir Gibraltar eða eitthvað, þú veist. Mér rámar eitthvað í það að þau spiluðu það mikið. Ég vil Hollywood, sko. En þú veist, Berserkir bara þurfa aðeins að draga inn andan og þú veist, aðeins að róa sig og bara koma inn sterkir í næsta leik. Já. Og Route 66 verður fyrir valinu. Hvað ætlið þið spilið þar? Ég held að Berserkir takað Classic Rhine dæmi, sko. Ég held að þau spil mikið Rhine bara Rush-eila í hug. Ég veit ekki hvað bölvum við munum taka. Ég gæti séð á ballkomp, jafnvel Rush, en við sjáum til. Og Bölvun Akademían ætlar að taka Defense fyrst. Getum Það séð er með svoleiðis. Double Barrier líka. Double Barrier er mjög mikið spilað í Route 66. Það er mjög gott að halda upp á gas station þarna með, þú veist, kom hitsguns og eitthvað. Já, það getur verið gríðarlega sterkt. Engar skiptingar verða á, sýnist mér. Það er bara sömu mennin og allir sátir. Og konur það sem það hafa Við förum bara alveg að detta inn. Nei, hérna kemur skipting. Runi kemur inn fyrir QRT. Já. Eins og að fykta, en svo förum við bara alveg að detta aftur inn. Fáum að sjá meiri spil. Hvað segir Arnar, hvað fékkstu í kvöldmatinn í dag, maður? Gaman að heyra það, á meðan við býðum hérna. Ég fekk bara svona þælenskar núðlur með hrísgrjónum og grænmeti. Ég kann að betta það. Ég fekk mér bara pítsu, sko. Það er svoleiðis. Já, núna erum við samt að detta inn í leikinn og sjáum hvað bæði liðin pikka hérna. Route 66, við alltaf finnst skemmtilegt mapp. Alltaf rosalega skemmtilegt. Fyrir svona long range hitscan til dæmis, það stóru sætlanum til dæmis á seinna point. Já. Ready for battle. Okay. Til lagi, nú sjáum við að Berserkir eru á attackinu og þeir eru með Ifs á Ból, þeir eru með Guttix á Orisu, þeir eru með Syltus á Symmetru, þeir eru með Loga á Mei, þeir eru með Chaos og Baptiste og Storm á Zenyatta. Og Bölvun Academy er að runna bara Rush-komp með Freyriði God á Rhine Fusion á Rúni á með Kríin sinn, hann er mjög góður hef ég heyrt. Kyubert swappar í Torm. Kyubert fer á með Krí og Rúni á Tracer, Vinnar satt á Bappin og Nonni.
Það er Lucio og afsakið, það er Cassidy, ekki Grín. Og nú sjáum við þá byrja að íta kartinu og mætast í archinu undir brúnni. Þeir teleporta upp á gas station. Ok, Hældræfir. þeir eru bara að snúa tjókinu við. En Freyr the God fellur fyrir stormi, Fusion Mission Mech. Og Nonni tekur út bæði EFS og Chaos. Massíft upp hjá Nonna. Hann er svakalegur á hana Lucio sko, ég bara... Það er ekkert meira pendi að lenda með Nonna og Lucio sko, framskilmum sem ég tekið hérna. En Siltus tekur út 2 með törðunum sínum. Turret moment maður hjá Stum. Já, og bara Freyr veit ekkert hvað hann á að gera. Hann er einn á móti boltanum og meginu og hann fellur að lokum. Og Berserkir ná góðri byrjun á þessu leik. Við Þeir erum hafa- orð að Bölvin ætla að taka touchið aftur en Freyr the God er svo langt í burtu. Eru þeir að fara að taka touchið? Ég sé Sýnir það koma. Megi er ekki alveg nú fljótur. Þeir eru að berjast og Rissan fellur á sem stormi og Chaos fellur líka. Það er alltaf að fara í skrall hjá Berserkjum. Logi fellur og Balloon Academy heldur fyrsta punktinu til að byrja með. Virkilega vel gert hjá Bölvin Academy að ná touchinu aftur. Stormur fellur frekar snemma í pushinu þarna hjá Bölvin og sjáum hvað Berserkir ætla að gera núna. En núna erum við að sjá að Berserkir eru með Mines og þeir eru með Blizzard. Hvað heldur að þeir gerum með það? Bot window hjá Venusat en Ifs er í baklínunni, mænar og er að disrupta. Hérna kemur út Blizzardi, þeir virðast alltaf að reyna að powera payloadið bara í gegn. Að reyna að backa. Það er ekki alveg að ganga. Nonni nota beat. Venusat dettir í mæn þarna. Keyboard nær góðu pikki á senn. Sýnist bara að Bölvin Academy ná að halda aftur. Þeir halda bara dauðataki á payloadinu og vilja ekki sleppa það í gegnum eins og þeir. Sjá við hænum kom út. Og þeir bara spila út úr hans sjón. Kemur Ifs á boltanum. Window hjá Chaos. Gott pull hjá Guttix. Bongo komið út. Stórt chat er á Logi frá Freyr the God hérna. Trans kemur í gegn hjá Storm. Pændræf Mines kemur hjá Ifs. Góður lampi hjá Venusat samt. En ennþá betra pull hjá Guttix. Sýnist bara að Berserkir að taka þetta. Vakalega stór Mines hjá Ifs. Og þeir ætla sér bara alla leið í gegn. Og þar fellur Rune að lokum. Og við höldum áfram á point nummer 2 eða Streets Face. Ifs að reyna að ná einhverjum stragglers og hann tekur út Venusat. Þetta gæti verið dýrkeypt fyrir Bölvin Akademíuna. Freyr the God switchar yfir á Monkey fyrir að fara að dæfina. Venusat komin á öninni og Nonni á Brygg. Fusion missir mekkið sitt. Dragon kemur hjá Siltus, nær Fusion. Keyboard nær Chaos tilbaka samt. Keyboard með annað pick á Loja og Berserkir eru í hættu. Freyr the God jumpar á Siltus eða Storm og Siltus nær Keyboard en ég held það er ekki nóg bara. Kemur stóru apinn og tekur út Hanzo. Þá er það bara Guttix sem er eftir. Nei, boltinn kemur honum til bjargar og ætlaði að ná við brygghittunni. Guttix er svæfður. Og nú er lítið bról sem að verður Guttix að banna.
Nú kemur Blizzardinn út. Og 3 falla á samt mekkinum hans Fusion. Berserkir ætla bara að taka annan fight og mögulega ná að pusha í third point hérna. Það er það gott, bakkar út til að reyna að ná snertingu aftur. Nú eru Berserkir komin með Mines, Bongo, Glugga og Transcendence. Við ætla að reyna að toucha en Chaos bara dinkar greið mannin hérna. Hann og Monkey Rally en þeir ná ekki snertingunni. Þetta var ekki alveg nógu gott fyrir þá í Bölvun Akademíunni. En þeir halda ótrúður áfram að reyna að stöðva Berserkjana. Og Berserkirnir ætla að pusha aðeins áfram og til pláss fyrir liðið sitt. Á meðan reyna Bölvun Akademíuna að safna saman og þarna hoppar Freyr inn en þar mætur hann bara Mei. Hann Primal Kemur gott. Stórt pældræfir hjá Yrsa. en hann fellur alveg lampinn ekki nóg til að bjarga þeim. Mennir slær og slær og slær og á endanum fellur Guðdix fyrir Runa. Þar virðist momentumið svolítið farið hjá þeim. Hvernig heldur að þeir nái núna að komast aftur og kontesta? Berserkir eru mjög fjögur, eru close í mines, en Bölvun eru líka með ult, sko. Þeir verða að utilisa ulti sinn bara betur. Þeir eru með Blizzard, Window, Visor, Bongo og Bongo kemur í gegn, en Freyr er gott nær Storm. Visor kemur í gegn hjá Siltus. Diva Bomb nær bara lampadum. Visor er að koma í gegn hjá Siltus og er að ná alla hérna. Rosalega stór Visor. Sprengjurnar festa Brygg inni í litla herbygginu hliðin á Point, en hún virðist alltaf að koma sér upp fyrir ofan. Það kemur út gluggi frá Vinusat. Nei! Jétur Blizzardi! Stórt hænum hjá Kiwi, nær mögulega að stóla þetta. Primal hjá Freyri gott. Er að húpa alla. Nei, virðist alltaf bara fyrirstan. Gengur ekki alveg eftir ósk hans. Hans kom í gegn hjá Storm. Ifs nær nonna. Kiwi bara tekur út Storm. Stormur tekur mekkin hjá Fusion. Siltus tekur út Freyr. Lampinn fellur hjá Chaos. Guttix tekur út Fusion. Ifs tekur út Vinsat. Chaos tekur út Kiwi og Guttix tekur út Runa og þar alveg klára þeir þriðja point á Route 66. Siltus var þarna bara að skjóta alla, bara bing-chinningarna fyrir aftan alla. Og hann fekk svo mikið value á hann að svolítið hérna. Það var rosalega vel gert hjá honum, rosalega vel staðsettur þar sem að nánast enginn komst að honum. Og hann fekk bara að skjóta á allt liðið Bölvunar rosalega frítt bara. Virkilega vel gert hjá honum. Virkilega vel gert. Nú ætlum við að sjá hvernig Bölvun Akademían ætlar að fara að þessu. Sjáum hérna hvað bæði liðin pikka. Hvað heldur þú þið taka hérna? Já, Berserkir virðast alltaf að halda því sem virkar. Já, sýnist það. En sem komið eru Ifs á boltanum, Guttix á Orísunni, Siltus er ekki búinn að velja, Loja er á Mei, Chaos á Baptiste og Stormur á Zenyatta. Siltus tekur út Cole Cassidy. Hólpikkið hérna verður svo stórt til að stoppa dæfi hjá Freyra God og hjá Kiwibird. Já, slagsparringin verður bara mjög huge hérna held ég sko. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Stop the payload. Nú erum við að sjá
boltana laumast undir. Fyrir gott. Fer upp í gas station. Bossinn og teikir út. Afskaplega vel gert hjá Berserkjunum að loka bara alveg á hann. Nú byrjar brólið. Ivs er að reyna að kýtla á eitthvað en hann er bara líka teikinn út. Niður, svo snemma líka. Gæti verið smá vandamál fyrir Berserkið hérna. Fyrir gott, væri ekki upp á gas station. Nú eru þeir byrjar að berjast hægrandi og Berserkir eru manni yfir. Siltis tekur út Vinnusátt, Nonni tekur út Loga. Lampinn frá Chaos fellur. Freyr nær hins vegar Stormi. Og það er allt að gerast. Svín samt Bölvun Academy verið með yfirhöndina sko. Náttúrulega styttir á milli að fara þangað eftir að deyja. Og Rúnin nær Chaos. Nú er Ivs að koma aftur inn. En Guttix fellur og Berserkir þurfa hreinlega bara að bakka eða deyja strax því að annars gæti þetta orðið þeim rosalega erfitt. Logi fellur að lokum og með honum fellur Ivs. Ég sé ekki fyrir mér að þeir séu að fara að snerta aftur. Nei. En nú sjáum við að Siltus er búinn að skipta yfir á Sombruna. Það er kannski að reyna að loka meira á boltan hjá Frey. Rúni fellur fyrir Storm. Gott pick svona til að byrja með að skemmir fyrir allavega. Últinn að koma hjá bæði liðin, Mines eru komið fyrir gott, verður hakkaður og fellur niður bara instantly þarna. Ekki alveg að skemmtilegast til að endi að spila bolta á móti Sombrunni, en Mines koma núna út frá Ivs. Og þeir bara taka það alveg af punktinum í augnablikinu. Og þar alveg fellur Kiwi. Og nú er það bara spamleikurinn. Hver er með betra spammið? Bölvun eru samt með ult advantage, það eru allir nánast með ult. Sjáum hvort að þið getur notað það vel til að geta pushað Berserkið af hérna. Hann kemur út á lið. Bongo og Gluggi til að svara. Sprengjan hans Fusion tekur út engan. Og Logi missir Blizzard sinn. Það er ekki ideal fyrir það. Mines hjá Freyri gott. Gossarður Trans kemur hjá Storm, en Siltus lendir í Mine. Og Freyr og Gort búpar Storm niður og tekur hann bara hreinlega út. Það er rosalega vel gert í honum. Nú er bara Chaos Guttix eftir. Guttix er einn. Hann er bara tekinn út mjög örugglega af Bölvunar Akademíunni. Þeir ætla sér bara hérna í gegn og þeir taka ekki annað í mál. Halda í bæði Echo Duplicatið og Pulsebommi frá Tracer. Tvö rosalega góð ultimate. Þess Berserkir ekki að fara að snarta. Jú, Ivs er alltaf að koma inn en og Siltus kemur líka. Og Echo kopjar Orison. En það er bara ekkert sem þið geta gert til að stoppa Freyr hérna á boltanum sínum. Freyr er bara að rúlla í gegnum Berserkið hérna. Þeir eru með næstu í 4 mínútur í tímabank til að ná senasta point. Þetta verður erfitt fyrir Berserkið til að holda. Og hér sjáum við Bölvun reyna að taka upp yfir vinstri hægrandið hratt og örugglega en Siltus komin í bakið á þeim. Siltus gæti verið að lukka fyrir EMP hérna. Verður sem spottaður, fara að translokata tilbaka. Siltus opnar sig og fer út. Freyr er bara eins og pláa í bakinu á Berserkjum og Ivs er komin yfir á Roadhoginn til að reyna að stoppa hann af með þessum hættulega hook. Hér sjáum við alveg koma út en Berserkir geta ekkert gert til að stöðva það. Það er
falla bara allir hver á fætur öðrum. Stormur reynir að skipta yfir á Moiru til að skipta en það breytir engu máli fyrir það. Og Bölvun Academy ná point með 3,5 mínútur. Þetta er mjög erfitt fyrir Berserkir að bara vinna, myndi ég segja. En það getur allt gerst. Og við sjáum hvernig þið ætlaðu að svara með því. Þetta er eins og ég segi í hverjum einasta rankleik sem ég hef spila, þetta er drawable, strákar. Þetta er winnable, segi ég. Jæja. Hvernig ætla Berserkir að leysa sig úr þessari krísu? Ready for battle. Ég meina, rush-kompið hjá Bölvun Freyr gott á Ryan, Fusion á Dífu, Rúni á Tracer, Keyboard á Cassidy, Venusat á Bappinum og Nonni á landsþekkt á Lucianum. Og yfir Berserkja megin þeir eru aðeins að spyrja sig hvað Ifs ætti að spila hérna. Guttix tekur út Orísuna, Siltus tekur út Reaperinn, Logi á meginni sinni Chaos á Bappinum og Stormur er komin yfir á Önuna. En Ifs ákveður að lokum að boltinn sé hans. Besta svar við öllu ég er. Ifs byrjar á því að reyna að lauma sér í bakið á þeim. Bíður eftir liðið sitt komið aðeins lengra upp. Góður veggur frá Mei. Ekki nógu mikið follow-up til að gera mikið með það. Boltinn reynir að gumba Tracer en það gengur ekki alveg. Lampinn kemur út frá Chaos. Vinsett segja. Rúni bara að leggja greið bakleini í eina hliðina. Rífur það alveg í sig. Siltus skiptir yfir á Cole Cassidy, hann sér fyrir sér að það geti virkað betur. Og nú hefur bara 10 sekundur eftir. Hvað ætlar Berserkir að gera? Það kemur út glugginn frá Venusat. Gott fældræði hjá Ifs, en það er því miður bara ekki nóg, syns mér. Mines kemur hjá Ifs, stórt shatter hjá Freyr the God. Hænúnin kemur út, tekur út Guttix og Mei er bara ein eftir og getur ekki mikið gert. Freyr the God er kallaður Freyr the God fyrir ástæðu, sko. Þetta er bara... God damn! Algjörlega. Hann er búinn að vera frábær í þessum Route 66 leik og bara þessum leik yfir höfuð. Initiating match. Og Bölvun. nú Þurfa að ná bara, ég sá ekki hvað, 27 metra eða eitthvað. Það er búið að lítið, sko. Hvað þurfa Berserkir að gera til að stoppa það? Nú þurfa Berserkir bara að taka bara allt sem þeir hafa og reyna að til að reyna að vinna þennan leik. Bara henda öllu í Bölvun Akademíuna ásamt skóskápnum og öllum fötunum í honum. Eða skónum réttara sagt. Attackers incoming in 30 seconds. Nú sjáum við Berserki á defensunni er alltaf að taka út Orísu Hawk, Ifs á Hawk, Guttix á Orísu og nú sjáum við Siltus taka út sína Widow sem hann gerði á Lijiang. Logi kemur á Reaper, Chaos á Baptiste og Anna enn og aftur á Storm. Ég er virkilega spenntur til að sjá þetta Widow 1v1, sko. Getur verið eitthvað í þessu. Grapple shot hjá Siltus, nær engan. Og nær samt Venusat eftir á. Þetta er ekki stórt. Það er eins og ég segja, seinna skot er alltaf að hættulegra. Siltus virðist ætla að ná betur í Widow-dúlinu þeirra. Litla Widow gapi segi ég bara, sko. God damn. Siltus Og- er on fire. Siltus ætla bara að gera þetta sjálfur að því virðist, en liðið hans er að standa fast við baki á honum. Og passa að enginn komist inn í hann, en þarna tekur Venusat út Siltus. Og þetta varð erfiðara, réttið þessu. Nú ætla Bölvun Akademíuna að taka yfir hæggrandi,
koma niður á þá. Stórt anti-net hjá Storm. En Logi Chaos stekkur fellur. fagnaður. Stórt shatter frá Freyr the God. Bara Freyr gott er bara að leika sig með þeim sko. Og já, Siltus reynir að gera eitthvað mjög desperate en það er lítið sem ekki sem hann getur gert. Og Bölvin taka game 2. Líkt og annað eins. Flottur leikur hjá báðum liðum. Við getum bara Play of the game. velt okkur fyrir hvað hann gerir næst. Hér sjáum við Play the Game frá Nonna, hans víðfræga, tekur út 2 með búbinu sín. Rosalega vel gert. World famous non-delusion sko. Haha, Mjög hættilegt. þeir eru hræddir við þennan út á Spáni, sko. Gæðin rúlar upp á beni og það er enginn að reyna að komast upp á þessum, sko. Nei. Nei. Nú getum við bara að velta okkur fyrir hvað þeir ætla að spila næst. Ég held að Berserkir þurfa aðeins núna að byrja, þú veist, aðeins að rífa sig í gang, sko, aðeins að kveikja á gírinn, skilur, fá kannski vatnssopa eða eitthvað, fókusa aðeins meira, þú veist. Ég langar að sjá 5 leikið, sko. Ég farir virkilega til að sjá þetta fara í 5 leiki. Nú sjáum við Giljagur kom inn á og pappan. Fyrir Berserki. Ok. Hört. Já, Ég ætla bara að segja, þú veist, Freyr gott á bólinu, sko, þetta er eitt bolti sem ég langar ekki að fiðla við. hann var rosalega sterkur að rífa það af bensínstöðu að hægrandinu þarna á fyrsta pointinu. Og bara allstaðar á mappinu. Mér fannst rosalega gaman að sjá Siltus og Rúna taka út Widowmakerana og dúla þar. En, vissuð þið það að kíví eru fluglaus fugl sem búa bara í Nýja Sjálandi og eru af einhverju fuglafjölskyldu. Ég veit ekki meira um kívífugla. En kíví er líka ávöxtur. Það Reyndar. er mjög spes að pæla í því að meðan við erum að tala um kíví og fá okkur ávöxt með teskið, þá eru Ástralir að tala um kíví fugla. Skemmtileg pæling. Ok, Mjög skemmtileg pæling, sko. og nú virðist Berserkir hafa valið Hollywood. Og það verður gaman að sjá hvað bæði lið ætla að gera hér. Uh, já. Ætlum að sjá eitt highlight. Velkomin aftur. Já, velkomin aftur. Það er 2-0 fyrir Bölvun núna eins og er. En leikur 3 er að fara að stað og sjáum hvort að sópurinn kemur í gegn fyrir Berserki. Því er ég spenntur að sjá þetta. Og leikurinn ætti bara að byrja eftir örskama stund. Og hér eru playerar ready og við ætlum að hoppa inn í leik. Welcome. Setjið 4 tvípunta inn í chatið ef þið sjáðu sópinn fyrir ykkur. Initiating. Við erum á Hollywood og sjáum hvað liðin taka hérna eftir örskama stund. Hvenær byrjaði þú að spila Overwatch, bara svo við séum að fylla upp í á milli?
Sko, ég var bara dapurt, þú veist, 16 ára drengur, skilur, downloadað og svo eitthvað, síðan, þú veist, spilaði ekkert mikið, og síðan kemur bara my man, Snelli hérna, jó, spilað þú Overwatch? Ég bara ekki mikið, skilur, já, sko, okkur vantar eiginlega main tank fyrir liðið, og ég sagði bara, þú veist, já, ég er til að prófa, og já, það er alveg bara saga mín, sko. Og við höldum áfram með þetta á eftir, en í liði Berserkja er Ifs á ból, pappinn kemur inn á Reinhardt, Gallagher á Hanzo, Logi á Cassidy, Chaos á Baptiste og Stormur á Zenyatta. Og í bölvin er Rushcom, Freyðargott á Rein, Fusion á D.Va, Tracer á Rúna, Cassidy á Keyboard, Venusat á Bap og Jaythathird á Lucio. Nú er Rúni að reyna að trufla eitthvað, en boltinn vill ekki alveg leyfa honum það. Og þeir byrja brólið í archinu og Chaos fellur, þetta getur ekki verið gott fyrir Berserkina, en á móti fellur Freyðargott, myndhanginn farinn. Og nú sjáum við þá pusha inn. Og lið bölvunar bara skreppur saman. Og Fusion ætlar að snerta og missir Max strax. Þar alveg þetta fyrir hann. Og Kiwi er að fela sig. En fellur á lók. Virkilega vel spila hjá Berserkinn, ná fyrsta pointunum eiginlega bara strax og eru með 5 mínútur í tímabankanum. Bölvun virðist vilja taka hægrandi hér. Já. Nú er Venusat komin yfir á Brigg og Jaythathird komin yfir á Önuna. Sjáum hvernig það gengur hjá þeim. Bolti reynir að ýta þeim á hægrandunum sem gengur til lagi. Og þeir eru alltaf að gilla aðeins í bak. Eins hjá Ifs upp á hægrandið en sýnst allir bara verið fyrir eitthvað seirstöðu en gott bara ról hjá Ifsana. Keyboard er í hættu en fær píli hjá Fusion. Trans kemur hjá Zen, Ifs nær Keyboard en gott pulsbomb á Gallagher frá Rúna. Og Chaos er svæfður en það gengur ekki mikið því að hann bara fær ekkert fókusfæri á sig. Lið Bölvunar er bara að falla í sundur hér. Freyðargott reynir að taka yfir hægrandið en boltinn alltaf skammt á eftir. Og Tracerinn fellur að höndum piledrive frá Ifs. Hann er bara gúmbastompaður. Og hoppaður og nóg að dodsa. Hænúni kemur út frá Kiwi en það er engum. Dífabomb hjá Fusion, Ifs piledriver á bakmenni, Hænún kemur hjá Loja, gott shatter hjá pappanum og hann næri nokkrum, Drekinn og Mines og Window koma hjá Berserkinn, notuðu öll últsata nema Transcendence. Bara hausinn á mér að springa þessu mikið að gerast í einu hérna. Það er verið að reyna að stakkera Tracerinn hjá Rúna en hann kemst út örugglega og fær pulsbombið. Nú erum við með 3 ult að koma inn hjá Bölvun Akademíunni en Berserkir hafa bara enginn til að spila með og nú þurfa þær bara að reyna að póka og vinna upp sín ult. Því að þeir notuðu nánast, eða jafnvel bara allt í sinni tilraun til að ná punktinum. Ifs að setja sig upp í hægrandin, tilbúin til að piledrive á okkur. Nanomonkey fer inn, Fusion fellir inn eftir á, fer á eftir á. Rísastórt pulsbomb frá Rúna tekur út Storm og Chaos. Nú eru engir supportar eftir hjá Berserkjum og já, Bölvun Akademi tekur út rest og allir falla hjá Berserkjum. Þetta var illa fallegt dive hjá Bölvun Akademi, hann að ná alla, þú veist, notuðu samt ágætlega mikið, Nanomonkey Pulse, en þeir eru ennþá með ult advantage og Logi swappar yfir í Reaper. Nú sjáum við að Bölvun Akademi notar Rally, þeir eiga ennþá inni eftir Hænúnið. Freyðargott er á
á lítið eftir, byggir upp armorið og er í lagi. Kífibörn er tekin út af Ifs. Nei, Ifs tekur út Kífibörn. Gott pick á Storm hérna hjá Freyðigott, hann dævar á Hanzo. Pappinn er í hættu, 1 HP, reynar að chargea út, nær því. En Mech fellur hjá Fusion og Ifs nær síðan Baby D.Va hérna. Gott primal hjá Freyðigott, nær Giljagur og nær pappan líka. Það sýnist bara... Og Ifs tekur út Freyðigott þegar að primal hans er að klárast, en Kífibörn tekur út Laura. Það eru 5 öll hjá Berserkir, 3, næstu í 4 hjá Bölvun. Mines kemur í gegn hjá Ifs. Gott nanomaggi hérna hjá Bölvun. Puls nær ekki neinum. Nú kemur Drekinn út á bomban og allt saman, en ekkert nær neinu og Stormur tekur út Kífibörn. Rúni tekur út Giljagur tilbaka, en pappinn tekur út 2, Jade Third og Rúna. Stórt bæltræf frá Ifs, hún tekur út Venusat. Og hérna kemur út Death Blossomið frá Loga, tekur út Freyðigott og Ifs tekur út Kífibörn og þeir ætla sér að klára. En rosalega gott stól og 2 mínútur og 20 sekundur eftir í bankanum hjá Berserkjum. Rosalega flott að taka hann til þeim. Mjög vel spilað, sérstaklega fyrstu 2 pointin. Það var bara, náður eiginlega bara instantly sko. Það fyrst aðeins að hæga á sig hana í senasta point, en þeir eru með 2 mínútur og 20 sekundur sem er bara virkilega gott. Og sjáum hvernig Bölvun ætla núna að taka hérna. Já, og gaman líka að minnast á það að Giljagur spilaði, ætli það hafi ekki verið main tank fyrir Berserki í season 2. Gæti verið sko, ég man þetta ekki alveg en, Berserkir eru mjög gott lið og lentu í 4. sæti seinasta season. Gæti verið. Stóðu sér rosalega vel. Ef minnið okkar er nú eins gott að við höldum að það sé, en nú sjáum við Berserkir rúla út á boltanum aftur. Þeir eru með pappan á Reinhardt, þeir eru með Giljagur á Cassidy, Loga á Reaper, Chaos á Baptiste og Stormur á Zenyatta. Og í Bölvun er nokkurn veginn dive. Það er Freyðigott á Winston, Fusion á Sarinu, þetta er double bubble, Rúni á Torpinum, Kífibörn á Cassidy, Venusat á Önninni og Jade Third á Mercy. Þetta er ekki að fara Mercy hérna reyndar. Double Bubble er þekkt fyrir að vera svolítið gott á Hollywood. Þeir ætla að reyna að byggja nanoið og Rúni er að reyna að taka það út á meðan með förunum sinni. Freyðigott fellur. Þar alveg er allt þetta ultsets bara farið frá Önninni. Ég veit meina að þetta er mjög áhugavert komp sem Berserki er að ranna. Við erum með Ball and Rain og Senbach og Reaper með þessu líka. Ég hef ekki séð svona komp áður, en þú veist. Nei, þeir þurfa náttúrulega, kannski ekki boltinn. Boltinn rúlar bara í healthpakkana, en Rainin þarf svolítið mikið af healing og Giljagur tekur út Rúna á förunni. Boltinn virðist alltaf reyna að kontesta hægrandi frá monkinum svo hún geti ekki alveg bara gert það sem hún sýnist. Og Freyðigott fellur aftur frá Chaos. Rosalega vel gert hjá Berserki með þetta haldi hérna. Nú voru bara að reyna að póka að sjá hvort það finni pick. Og Giljagur er komið með high núni sitt ásamt Chaos á Amplification Matrixinu eða Window og Anan er komið með Nano og Jade Third á Mercy er komið með Guardian Angel. Held ég að það heiti það ekki? Nei, Valkyrie. Lux á monkinn þarna. Rúni nær Storm, high nún hjá Giljagur, nær mögulega engan. Nær engum og Fusion tekur bara liftuna og bara gæri híði Giljagur.
Boltinn er að reyna að bara búa til meiri tíma fyrir liðið sitt. Gengur ágætlega en nú er hann stoppaður og tekinn út af Kívíbjörn. En pappinn er mættur aftur og transið aðeins of seint frá Stormi til að bjarga ræninu sínum. Gengur ekki alveg og Venusat tekur hann út með neitinu sínu. Og Rúni tekur út Storm að transendinu sínu loknu. Nú finnst mér gaman að sjá hvað lið gera hér. Hvernig þeir ætla að takast á við þetta gríðarlega erfiða second point. Freyr the God fyrir tilbúin að eða hvað? Hann ætla bara að laumast undir og hoppa upp á. Nei, ekki alveg. Hann er að gera svokallað half-dive en á meðan Logi droppar og deyr en Gilligur nær Kívíbjörn. Chaos nær Rúna. Ressi kemur yfir Kívíbjörn. Valk hjá Jada Third. Stórt shatter en Grafir er ennþá stærri. High Noon en nær engan. Kívíbjörn er að skjóta og hann er að gera þvílíkan skaða. Og ég er kominn aftur, hvað ætlar hann að gera á móti förinni? Heldur hann takinn út? Hann notar reiðið sitt en hann er tekinn út af Rúna á förinni. Nú eru berserkir að reyna að safna saman boltinn í smá vandræðum og faran er bara að skjóta og boltinn er að reyna að kontesta hann aðeins. Rúni verður low en Mercy Pocketið hans er voðalega þægilegt. Mines notað af Ifs. Reynir að isolata Saríuna. Gerir damage en ekki nóg. Ná á Monkey hérna. Pappinn chargerið nær engan. Freyr the God nær Gilligu. Ifs drepur með Jada Third. En huge barrage hjá Rúna nær Storm. Pappinn nær samt hins vegar Freyr the God. Fusion fellinir bara alla. Fusion risastór í þessum bardaga. Sjáum Gilligur og Storm koma út að reyna að koma sér í skjól áður en lið bölvunar hoppar á það. Nú er Rúni búinn að setja sig upp á highgroundinu en hann ætlar að steikja Mercyna sína. Duglegur. Ég finnst gaman að sjá það. Freyr hins vegar kominn með Monkeyn sinn upp á highgroundið og ætlar að reyna að gera eitthvað svona dive en Reaper kemur honum á overum. Rúni kominn á Soldierinn. Stórt blostum hjá Logi en verður flashbangar af Kívíbjörn. Gilligur nær hins vegar Freyr the God. Sýnist bara að vera aðeins svona að dræfætta hérna. Alltaf snudd, taka smá dræfætt. Það er mikilvægt að reyna að byggja upp ultimateinn og ekki eyða. Nú erum við að berjast megaðið og AB kemur á point. En hérna kemur Graf og þeir nota Transcendence og Lampa og Ifs og Pappinn valla. Aðeins Rúna og Fusion. Og stórt neitt. Stórt High Noon frá Gilligur tekur út Venusat og Fusion. Freyr the God poppar Primal og drepur Storm en Chaos tekur út Freyr með Windowinu sinu. Og Logi klárar Kíví. Flott attack en flottara defense, vel gert. Nú er Rúni og Jada Third að koma sér út, fá Saríubúbluna og koma sér út. Gilligur nær hins vegar Jada Third og þetta er smá stál núna. Hún er að bíða eftir Mercy áður en þeir geta farið inn eða ætlaði bara full send þetta. Freyr the God kominn á ræninn samt. Sjá núna hvernig þetta fer. Opning kemur inn, Piledriver Mines, hann er flassaður og þarf að rúlla í burtu. Stormur tekur út Freyr the God og Rúni tekur út Gilligur. Og Ifs tekur út Rúna. Gott back and forth fyrir berserki. Jada Third flýgur í Mines og uppinn. Hver hefur ekki flóið í eitt eða tvö Mines áður?
Jú, náttúrulega, hann mæli samt ekki með því, sko, þú veist. Já, frekar illa að segja honum, hún skiljaði bara eftir hana. Já. Það- Bæsur Hún kemur í gegn. Og Nanoið. Stór Nanovæsur. Shatterið blokkað af Freyr the God. Og Rúni tekur út 2 en er tekin út af Kiwibird. Freyr the God er tekin út af Storm. Nei, tekur út Storm. Og Logi og Chaos er bara að reyna að stoppa það af. Hér koma inn pappinn og Gillegur og vindvanninn notaður. Freyr the God fellur. Og það er bara 15 sekundur eftir og Væsson kemur út í gegnum vindóið. Kiwi með gott flank en gengur ekki. Og svo virðist svo gott sem berserkir séu búin að taka þetta map. Hiss er með Miles Gilligan með High Noon. Ég held bara að það er ekki fróðlega sjans að Bölvin er að toucha. Stórt floss frá Gillegur til að stoppa Rúna af frá touchinu og mjög vel spilað frá berserkjum. Þeir eru búinir að taka upp kústinn og þeir ætla að sveifla honum. Play of the game. Já, við erum að play the game. Stikkan ekki hann næst samt tveim, frábært. Og klár, solo kom Gillegur. Mjög vel gert. Það var alveg svo fólk myndi segja calculated miss. Já, ég myndi segja það. Mighty fine. Virkilega vel spila hjá Berserkir samt þetta í Game 3. Og núna eiga Bölvin mappickið en bara, vá, þetta fyrstu 2 pointin á Hollywoodina var bara svo vel spila hjá Berserkir. Bæðið lið stóðu sig frábælega í þessu leik en einungis einn getur verið sigurveri í svona maptífu. Svo við höldum áfram og förum í næsta map en árum við gerum það. Skauður. Já. Ætlar þú að segja mér hvað uppáhaldsnammið þitt er? Nammið mitt. Ég veit það ekki, sko. Þetta er mjög góð spurning. Ég held, sko, ég er hnetusmjör maður. Og, þú veist, Reese's Pieces, það ticklar my fancy, sko. Ég geti Hey. ég geti bara örugglega svona 5 pakka af því. Vá, ég verður alveg saman. Vá. Það var mjög gott sjátt. Það var bara rosalega gott. Mér persónulega samt finnst svona vassmelónuna með sykrunum á. Imagine, Það er- what? Mm. Na. Svona súrt vassmelónunami. Allt súrt nammi má bara fara í ruslinu á mínum mati. Ég fíla það ekki. Nei. Láttu ekki svona. Sjáum hérna, Nonna mun koma inn fyrir Jay the Third. Mappið verður Rialto. Og mér sýnist að Berserkir er að fara að byrja á defensi, sko. Gleymum nú ekki að QRT er að koma inn fyrir Rúna URT. Í- Bölvun Academy. Það við fáum að sjá World Famous QRT Genji, eða? Já, það geti alveg leiðið fyrir. Það er ekkert á móti að sjá það, sko. QRT er rosalega flott í Genji held ég. Heldur, hann er það kútur. Ég bara segja mitt matfattari. Já. Já, Það þurfa eitthvað að vera svona sérstak play í senasta maður sem við varst, þú veist, vera svona PogChamp. PogChamp play fyrir mig, held ég að verði bara að vera næstum því allt fyrsta pointið á Hollywood. Fannst mér rosalega vel spilað. Frá berserkjum á defense. Og attack reynda líka. Og svo gleymum við nú ekki calculated miss í play of the game, fannst mér líka rosalega flott. En þú? Ég held ég var að fara með þetta calculated miss, sko, þetta var bara, þú veist, ekki bara það og, þú veist, killin eftir og líka bara mjög góð, sko. Já, þú heyrðu það hér fyrst, Rúni, calculated miss er gott miss. En nú ætlum við að hoppa inn í leik.
og að þessu sinni er Rialto fyrir valinu. Jaldó maður, ég get ekki spila á þetta mapp vel fyrir líf mitt. Það er ekki verið að líka neinu, hvað er það að gera? Sus. En staðan er 2-1 fyrir Bölvun en Vá, ég er búinn að gleyma orðið fyrir sópurinn koma í gegn, þarna. Já, eina sem við getum gert er að vonast eftir Game 5 því að alltaf svo gaman að sjá langa leiki í þessu. En við byrjum á liði Berserkja þar sem að Ifs er enn og aftur komin á boltan, Pappin er á Reinhardt, Gilliagur er á Cassidy, Logi á Soldier, Chaos á Baptiste og Stormur á Zenyatta. Og Bölvun í attackinu er að runda Freyr the God á hamsturinn eða Ball, virkilega efnilegan honum, Fusion á Diva, QRT á Ekkoinu, Kivibird á Tracerunum núna, Venusat, Nonni á Brigg og Sen. Og við skulum bara bíða spenntir. Nei. Hérna sjáum við QRT taka last minute breytingu og fara yfir á Widowmaker. Hann reynir að koma einhverjum potshotum í gegn en skjöldurinn hans Reinhards virðist standa sterkur. Ekki nú að vona að Reinhardt-skjöldurinn myndi standa sterkur, sko. Já, með við nýleg bug þá er maður efins. Stórt Já. stykki frá QRT sem er komin yfir á Ekko. Það er mikið að damage að fara í gegn, enginn verðist alltaf falla. Ifs er orðinn lár, Chaos líka. Gott pældræf hjá Ifs þarna. QRT kemur á flankinu. Pappin með shieldi low. Ná að grúpa upp saman og bíða aðeins. Mjög gott pældræf er hjá Freyr the God. Kjöpurð í hægrunni, en mjög gott færistrek hjá pappa nær Venusat, Logi nær QRT, en Freyr the God nær trade-killinu á pappan og Chaos þarna. Gilliagur tekur út Freyr the God og Kivibird meilegar Gilliagur. Og Kivibird tekur einnig út Storm og Loga. Rosalega sterkur spilara en Kiwi. Erfitt að spila á mótunum oftar en ekki. En boltinn er að gera sig upp í einhvers konar touch. Þeir eru að vonast eftir að allir ná að snerta. Kiwi er að mæta í flankið. Boltinn PT er hægrandið fyrir Ekko og Tracer. Gilliagur fellur fyrir QRT og Freyr tekur út Chaos. Báðu sennum að transa hérna. Berserkir er að ná að halda, en Bölvun bara sópa restan af liðinu tilbaka og drepa alla maður. Pappin frekar framalega og Chaos líka. Þeir bara dæfa og bara í spawn basically. Rosalega flott svæði tekið en Logi tekur út QRT en Kivibird tekur út pappan í staðinn. Flott spil frá bæði liðum en Fusion missir mekkið sinn fyrir Loga og Logi ætlar sér að elta og reyna að ná babyin en það tekst ekki í þetta skipti. Moira orbið er komið út þar sem að Stormur er búinn að skipta yfir í Moiru. Og QRT ætlar í einhvers konar flank á meðan Freyr the God pældræfar og er pældræfaður. Koppi frá QRT fyrir á Cassidy en nær því miður engum meðan fellur Kivibird fyrir Loga. Gilliagur tekur út QRT og Freyr the God tekur út Loga. Hænum kemur út frá Gilliagur, nær engum en stórt shatter frá pappanum. Charge tekur út Venusat frá pappanum og virðast alltaf að læsa þarna inn í hægrandina þar sem að Ifs tekur út Fusion á Baby Diva. Nú voru bara reset og recalculate. Berserkir að ná að regrúpa og þeir eru núna að halda á korunir hérna. Pappin aðeins að kýtla hann hérna en þú veist, Ryan getur alveg tekið smá kýll myndi ég að segja sko. Já. Sjá Mines kom út frá Freyr the God en
Dífubomban kemur frá Fusion, tekur út Gilligur. QRT nær að bíma niður Storm og þar kemur út Transcendence frá Nonna. Freyr God tekur út Loga og Ifs tekur út QRT. Og Kiwi er bara að slátra Chaosina og Venusat er að bonka pappan í hausinn með fleilinu sinni. Freyr er flassaður og tekur lágt en gengur ekki að ná honum fyrir Berserki. Og þeir ná að snerta. Væsur kemur hjá Logi, nær engan, Freyr þetta gott nælója, gott púls á Chaos hérna og bara bölvun rúlla yfir þau. QRT kopjar Reinhardt en það og allar að reyna að ná Shatter inn í spánnið þeirra. Veit ekki hvort að duplikatið dugi nógu lengi fyrir hann til að ná Shatterinu eða. Nei, gerir það ekki og Fusion étur upp Morupablið eins og það sé með bestu list. Bölvun hérna með 3 mínútur til að kappa sinni þessa bónin. Eru hálfnær, Rally kemur hjá mynda, mjög stór pældræfi hjá Freyr God hérna. Kýfubert nælója, Gilligur næsam Kýfubert tilbaka og það er bara all out brawl hérna sko. Svakalega flott mæns hjá Freyr God. QRT bímar pappan og bomban nær Ifs, Freyr God nær Chaos líka og sýnist þetta bara looking pretty doomed fyrir Berserki hérna. Bara Stormur eftir en hann er tekinn út. Logi tekur út QRT en Freyr God klárar Loga og klárar round nummer 1 þar sem að Balloon Academy klára mappið með 2 mínútur og 35 sekundur eftir í tímabankinu. Flott push af þeim. Sjáum nú hvernig Berserkir ætla að svara þessu með tilbaka, hvort þeir ná meira eða minna tíma. Já, það verður áhugavert að sjá hvað Berserkir ætla að taka út núna til að svara þessu góða attacki frá Balloon Academyinni. Og eins og ég segi alltaf, þá er alltaf til Hog Angle. Alltaf svona. Hog Angle er, já, vísu frekar enticing. Ég veit ekki alltaf hversu viable það er, sérstaklega þegar allir 12 leikmenn eru að tala saman. Meira viable en Doominn þinn, Arnar minn. Ég spila líka ekki í hvorki Scrims nýja official leikjum því miður. Það er ástæða. Ég mun pulla Doom einn daginn en sá dagur verður ekki í nánd. En, svo við séum að tala hverjir eru að spila, þá er það Ifs á boltanum, Pappin á Reinhardt, Gilligur tekur út Hanzo, Logi á Soldier, Chaos á Baptiste og Stormur á Zenyatta. Og hjá Bölvun eru að ranna Rushcomp eins og bara margir gera. Freyr God á Ryan Fusion á Diva, QRT á Tracer, Keyboard á Cassidy, Venusat Nonni á Bap og Lucio. World famous Nonni Lucio. Let's get it. Go! En Keyboard tekur út Storm hratt, Ifs svarar með Freyr God og Logi tekur út QRT á Tracendum hans og Keyboard tekur lampan frá Berserkjum. Þetta er stórt brawl en þar sem að Balloon Academy, nei, Berserkir hafa spawn advantage, þá er þetta betra fyrir þá, myndi ég halda. En hér sjáum við Spartanar að koma sér út í gegnum highgroundið. Gott roll-out frá Nonna en hann er því miður tekinn út. Bara Zero Reddit og hennan Lucio sko, því miður. Það er engin unbots frá Reddit þarna Nonni minn. Stórt út, nær engan samt, hann Ifs. Bölvun er að flukka fyrir touchið. En sýnist bara að Berserkir ætli ekki að lifa. Berserkir halda ótröðir áfram, klára eins og þeir geta, taka út Baby Diva, en þarna er Reddit momentið hans Nonna, hann tekur út Loga á Soldiernum þannig til að stakkara. Ég myndi upvota þetta. Takk fyrir. Þú myndi skella í komment sko. Goddamn. Og nú sjáum við á koma með fram bryggjunni og Balloon Academy hann safnast upp á highgroundinu þar sem að
Ifs pældrafar en gerir ekki mikið þar. Hænúni kemur út og spýtið, hann bara að hlaupa en nær því mér engum. Þú ert því að pulsar nær engum en forsar lampan. Væsur hjá Logi nær Tracer, Ifs nær Venusat, Logi er bara pjú pjú og er að drepa alla. Keyubird reynir eitthvað desperate attempt nær Giljagur en fellur því miður líka með. Get out of there, Nonni! Oh, never mind. Nonni er tekin út af Loga á retreatinu en þeir eru að safnast upp í archinu að reyna að ná áður en þeir taka pointinn. Góður vindu kemur út frá Venusat en pældrafið í bak. Stór sjattir hjá Freyðrikot en Transi kemur í gegn til að bjarga pappa. Sjattir hjá pappan en verður blokkað hjá Freyðrikot. Þeir eru að reyna að ýta þeim af. Það er ekki mikið að ganga. Pappin tekur út Nonna, Keyubird tekur út Ifs, Logi tekur út Fusion dífunni, Freyðrikot tekur út Reinhardtinn, QRT tekur Storm á Sen, Venusat tekur út Giljagur á Hanzo og Keyubird klárar þetta með Loga á Soldier. So close. En sjáum hérna hvað ætla Berserkir að gera. Þeir fara low ground eða hvað. Ifs lukkar fyrir flankið. Ifs er að reyna að trufla á einhvað á high-groundinu og meðan liðið hans safnast saman þarna niðri. Hér kemur Ifs! Stormur nær QRT, mænið Keyubird. Berserkir ætti að spila. Dívan er bodyblokkuð þarna út í hotni en hvað ætlar hann að gera? Hann missir mekkin. Kemur út Dreki. Veit ekki alveg hvað. Þarna kemur hann frá QRT beint inn á pointið en gerir því miður ekki mikið þar sem að Berserkir eru búinir að ná pointinu. Og nú er það bara að reynsa upp eftir þessi frábælega að spila í Berserkjum. Nú sjáum við að takast á við þriðja pointið sem er oft rosalega erfitt að takast á við. QRT er að reyna að taka smá potshots á skjöldunum Reinhardt en gengur ekki vel. Berserkir með ult advantage en eins og þú sagðir, það er mjög erfitt að taka third point á Rialto. Vel að spila þetta bara mjög vel. Window kemur út hjá Venusat. Counter window hjá Chaos. Lampið fellir niður hjá Venusat. Logi Væsor nær Keyubird. Er að spamma rænskjöldin. Logi er bara að skjóta. Það er bara ít og með nánast engin viðmót. Pappin tekur út QRT rétt eftir hann hendur út dreganum. Logi tekur út Venusat með helixinu sinu og pappin chargear niður Nonna. Kemur Hænúnið og nær Chaos. Stórt pick. En stórt sjattir. Kemur út Dreki. Og þeir bara ná að klára með 3 mínútur í tímabankanum sem fer niður í 2,5. Berserkir eru með 30 sekúndur meira en Bölvun. Skiptir, og það getur bara skiptir mjög miklu máli þarna. Sjáum núna. En allt getur gerst. Það geta allir unnið þennan leik, það er bara spurning um hver vill það meira. Hverjum langar virkilega að vinna þennan leik? Er það Bölvun, er það Berserkirnir? Allir maður ekki aðeins að vona. Berserkir vinna svo að sópurinn getur komið. Ja, hver veit, mér langar bara í Game 5. Það er hvað sem mér langar í. Svo hörku spennandi alltaf bara að vera í Game 5, skilur. Það er 2-2, bara, þú veist, adrenalinið er komið í gegn, skilur. Bara, það er svo gaman að horfa á þetta og bara spila í Game 5. Það gerist ekki betra en Game 5 held ég. En núna þegar þú pælir í því, núna þegar þú ert í Spectator, gerist kannski ekki alltaf oft við þig og skoðar Rialto. Þetta er alveg rosalega vel hannað maður, finnst mér, eða rosalega fallegt allavega. Svona skemmtilega visuals. Rialto er Ítalía, eða ekki? Ég er alltaf í Ítalía, það er rétt. Ok, ég horfði ekki á fánan, sko, þegar það kemur hana. Þetta er mjög vel hannað maður. Berserkir rann út á rushinu með Ifs á dífunni, pappan og Reinhardt, Giljagur á Cassidy, Loga á Soldier og Chaos, Baptiste, Stormur á Zenyatta. Mjög flott pick hérna hjá Logi í byrjun en Freyðrikot er á bálinum, grjóthættilegur. Fusion á Díva, yfirleitt alltaf með bál hjá
Freyða God, QRT á Echoinu, Keyboard á Tracer, Venusat á Bryggjunum og Nonni á Sen. Yfirbjörn tekur út Gillaugur. Hvað ætlaðu að gera með ekki flashbang? Ekkert. Voða lítið að það verðist. Miður. Og Ifs missir Mekki sinn og að bara þeir hrynja í sundur berserkir. Frábærlega gert hjá Bölvan Akademíun, en Gillaugur var einn mættur hérna, ætlar að taka slæginn við QRT og Echo. En leið og hann reynir þá kallar hann á all liðið. Og Gillaugur vinnur þetta. He Gillaugur wins tekur út. those. Gillaugur tekur út Freyða God. Frábærlega gert hjá honum. Ifs tekur út Venusat á breyginni og Fusion nær aftur í Mekki sinn. En missir hann leið og er tekin út af stórum hamri í andlitið og Stormur tekur út QRT og Nonni segir bara ég nenni þessu að taka ekki lengur og hoppar á mappinu og resetar. Vel gert. Og mjög vel gert hjá Gillaugur þarna. Nær Freyða God og meðan Tracer í bara bakið á honum og bara spila þetta mjög vel. Freyða God er eitthvað að laumast. En Dívan virðist ekki alltaf leiða hana það. Hann bara að matcha hann eins og hann getur. En nú kemur Tracerinn inn og Recolor og Mines kom út frá Freyða God, taka út Gillaugur, Freyr tekur sjálfur út Chaos og Kivibær tekur út pappan. Þeir bara ætla sér að taka þennan point. Divabomb kemur inn og tekur engan út. En nú er Ifs í klandri, hann komið svo út, já hann gerir það. Hann missir Mekkin, óhuppilegt. Þetta getur ekki lofa góðu fyrir berserkina. My ultimate is fully charged. QRT tómi þjónið með baby dífuna. En kemur hann í bakið á hann. Stór stikkís. Hvað ætlar hann að gera núna? En fluglaus pugl á landi. Bara kopið hans tekið út strax. Freyða God mætir á hægrandi til hann kom testa en lítið gerist þar. Og Window og Transcendence koma út frá berserkjum og Visor. Það er allt að gerast og rýmekið. Mér var talin trú. Það er komin pása á spennandi tímapunkti. Það virðist vera tæknilegir örðugleikar. Í þess að einn leikmaður Bölvuns er dottinn úr en ég veit ekki hvort það myndi gera mikið þar sem bara mér sýnist að Berserkir er bara klárlega búin að vinna fætið hérna held ég sko. En allt getur gerst, svo við býðum bara spenntir hérna. Það getur allt gerst, það er divabomba í gangi ofan á Reinhardtinum og það er bara allt að gerast á skjánum hjá mér og ég veit bara ekkert hvernig ég á að bregðast við því. En við bíðum róleg og sjáum hvað gerist. En núna meðan við erum í pásunni, hvað finnst þið gaman að spila? Hvað er uppáhalds svona spilastokka spilið þitt? Spilastokka spilið mitt. Sko, ég er náttúrulega bara kóngurinn af Olsen sko í skólanum mínu. Þú veist, það vinnur mig enginn í Olsen. Ég er alltaf góður í Olsen. Veist. Já, það er svona uppáhalds spilastokka spilið mitt. Annars finnst mér alveg gaman aðeins að fiðlast í, þú veist, Kabal sjálfur svona, þú veist, þegar mér leiðist. Kabal þegar maður leiðist er banger. Já, gerist ekki betra með spilastokk, sko. En hvað finnst þér? Ég bara verða að fara eftir klassíkinn og segja veiðmann, skítakall. Skítakall er uppáhaldsspil mitt. Og þegar ég er bara svo alltaf góður í skítakall. Næstu því alltaf. Okay. Það er ekki hver sem er sem vinnur mig í skítakall, sko. Only one me Olsen. You want. Bara þú þorir. Kanntu örugglega bara upp og niður. Hei, heyrðu. Það er flóknara, þá þarfst að telja maður.
Hugsa meira, það er meira strax við venjulegt Ulsan Olsen, hvað meinaru? Ég bara tek þau og jarða þau í spilum þegar og ef musteri bústaður gerist einhvers tíma. Þú vilt ekki vita hvað gerist í Mystery Bústað, sko. Það sem gerist í musteri bústað verður í musteri bústað, það held ég. Pú, sannarlega. Já. Veist ekkert hvað við tankarnir erum búin að bara hlana, sko. Það gerum við ykkur DPS-anir, ha? Herðu nú með. Við bara byrjum að plana líka. Ekki drekka úr neinum glösum skufur. Passa Ég ekki setjast. ætla ekki að setja neitt ofan í en ég ætla bara að, ég veit ekki, ég finn út úr einhverju. Ég spenntur. Smæl. Wow, herðu. Já, svo virðist sem einhverjir tæknilegir örðuleikar með leið bölvunar. En þetta hlýtur að vera að komast í lag, held ég. Vonum það allavega, sko. Já. Svakalega flott double mekkil þarna hjá Ifsat, sko. Já, Með Kýbjörn og Venusat. Þetta er rosalegt á skjánum mínum. Ég næ augunum alltaf af því, sko. Við vorum að fá confirmation. Confirmed að við ætlum að hoppa aftur inn. 5v6. Þetta verður spennandi. Einhvers konar erfiði hjá QRT og Berserkir klárað. Nú ætlum við að sjá aðtaki hjá Berserkinu. Þetta verður mjög rosalega erfitt fyrir Bölvunar Akademíuna að koma tilbaka með 5-6. Þetta verður spennandi að sjá. Fyrir mínus 1 DPS. Svo þetta er ekki alveg svo Overwatch 2. Come on, ég meina, þú veist. Þetta er bara næstu í Overwatch 2. Það er bara Fusion pickar Hawk og þá er hann bara stór DPS. Og þá er þetta bara Overwatch 2, held ég. Hvað sér, lakkar til fyrir Overwatch 2 eða? Ég veit ekki með það, sko. Ég er með svo góða 2 tanka í liðinu mínu, ég veit ekki hvernig ég vel á milli. Náttúrulega. Þetta verður rosalega erfitt. En kannski verða breytingarnar bara áhugaverðar og sjá hvað gerist þegar að því kemur. En liðið Berserkja höfum við Ifs á boltanum, við höfum Pappan á Reinhardtunum, við erum með Gilligur á Hanzo, við erum með Loga og Soldier, við erum með Chaos á Baptiste og við erum með Storm á Zenyatta. Og hjá Berserkir erum við Ifs á Ekki Berserkjum. Bölvun, afsakið. Freyr the God á Ból, Fusion á Diva, Kívibörn á Tracer, Venusat og Nonni á Brixen. Áhugavert þetta Brixen kom. Er einhvað var í það? Ég veit ekki, sko, við erum ekki með góðan Zen-spilar í Mystery. En, þú veist, ef það gerist, þá er þetta mjög gott bara. Ég hef ekkert út af þetta að segja. Við sjáum Pappan taka út Fusion á Difunni, bæði Mac og Baby. Þetta verður bara erfiðara fyrir Bölvunar Akademíuna að halda. Pappinn á svo mjög góðu ræn með stóra hammer, byrjar að sveifla honum hér og þar, skilurðu. Kívibörn tekur út Storm og það er bara opið. Chaos notar upp lampan en lampin gerir ekkert fyrir hann þegar hann fellur samt sem áður. En það sem er að gerast í fætinu er að Gilligur tekur út Fusion og Pappinn tekur út Venusat. Kívibörn endalaust að narta aftan í baklinuna á terroristinu sinni en fellur fyrir Stormi. Vel gert. Nonni hins vegar fellur fyrir Ifs og Gilligur tekur út Nonna. Sýnist þeir alltaf bara að ná hérna fyrsta pointinu. Freyr the God alltaf að kontesta og hann nær að snerta þá til allir koma en Logi er að poppa Væsor og Diomek fellur og Venusat fellur.
þarna fer Gilligur tekur bara út Frey, Kiwi og Fusion alls einsins leiðis með leiðinu sinni, satt. Ekta hans og moment. Ifs tekur út Nonna, gott stakkir, vinnur satt. Þetta var ekki besti staðurinn til að vera á fyrir hann. Þetta getur ekki verið þægilegt fyrir þá í bölvun. En þeir reyna sitt allra besta að stöðva berserkina sem eiga 30 sekundur eftir í tímabankanum og lítið eftir. Þeir eru að kýtla og kýtla en hérna kemur Freyri gott inn með slam og mines og mines á móður. Fellur frekar Ölli. Pappin Shattir að nær Freyri gott en nær ekki að drepa hann og mér sýnist Bölvun Academy að fara að vinna þetta 4v5. Eevee Bird bara, það er kveikt í skónum hans, hann er og Bölvun Academy verðist alltaf taka þetta. Búin að pása aftur. Við erum afturkomnir í pásu, það er overtime, 0 tími. Það er eitthvað að gerast. Og við förum aftur út úr pásu, og bomban kemur út og enginn er snertingu. Og Bölvun Academy tekur leikinn. Þeir gerðu the impossible, þeir unnu 5v6. Frábærlega gert. Massíft. Hérna sjáum við Ifs með play of the game. Hérna sjáum við double remake, gaman að sjá þetta. Þetta er svo fallegt. Tekur út Nonna líka. Rosalega vel gert hjá báðum liðum, en eins og fyrir á nefnt, þá getur einungis eitt lið bara unnið. Og Bölvun tekur allan leikinn, 3-1. Mjög vel spilað þarna í endanum hjá Bölvun að vinna 5v6. Þetta er alveg bara mjög vel gert hjá þeim. Það sýnir bara mikinn dugnað og bara vilja til að vinna leikinn. Og þeir gera það svo sannlega. Smá ruglandi þarna með 5v6 dæmi, þú veist. En þetta bara bjargaði sig náttúrulega og já, bara mjög vel spilað hjá bæði liðin, sko. En það virðist sem Kurti hafi verið að spila í arena og að það loki klukkan 10, svo honum hefur bara verið hent út. Því miður. Það er engin öryggur í þessum COVID-tímum, ekki einu sinni tölvurnar okkar. Skulum muna það, gott fólk. Að rýna lokar klukkan 10 núna, eins og er. Svo passið ykkur ekki að spila í Þetta er með leik. alvöna. Já, það er ekki besta hugmyndin að spila klukkan 10 eða byrja að leika klukkan 8 eða 8:30 í að ef þú ætlar að spila í arena. Það er betra að byrja fyrr. Nú ætlum við að sjá hvort einhverjir vilja koma í viðtal til okkar, koma og spjalla aðeins við okkur. Þetta var bara hörku spennandi series og smá svona adrenalín í aðeins, skilur. Ég er bara sáttur að fá að kasta alla þessa 4 leiki hérna. Sýnist að Guttix er að fara að koma í viðtal frá Berserkjum. Jæja, Guttix. Já, góða kvöldið. Góða kvöldi. Fyrst og fremst frábærlega að spila frá einhverju í Berserkjum. Takk fyrir það. Óhöfnir að ná ekki meira. Já, þetta hérna leit allt rosa vel út. Við vorum með allt momentumið þarna í endan á
Rialto og svo gerðist þetta að QRT dettur út og við náttúrulega bara hugsaum að við værum að fara að taka næsta round, bara 5v6 sem hafa gert. Náttúrulega mjög svekkjandi að tapa þarna senasta teamfight þarna í overtime. Algjörlega. En við vorum allan tíman á leiðin í Mach 5 þarna sko. En svona stundum gera hlutirnir sem að maður hefur ekki alltaf von á. Nei. Svo það er. Er einhver í Bölvun Academy sem þú myndir segja að hafi verið meiri ógn en aðrir? Svona MVP, svo kallaðir. Sko, þetta er náttúrulega rosalega gott lið, allt þetta lið. Og náttúrulega, sko, það var eiginlega DPS-arnir voru að gefa okkur rosa mikið vesen, sérstaklega þeir sem voru að spila Tracer. Og Tracer svona getur einst okkur erfiður. Við vorum að spila þarna Sen og Tracer var bara á honum og náttúrulega Ball líka. Þannig að ég man ekki alveg hverjir voru að spila Tracer þarna, það var ekkert alltaf sami sko. Þetta hafi verið QRT og Evibird spilaði Sen, nei Tracer líka, þannig að já. Þeir voru að gefa okkur, þeir voru að valda okkur miklum vanda. Það var mikið Tracer sko. Var, Og náttúrulega líka þegar Venus var á Brygg, Brygg er náttúrulega bara óþolandi sko. Það er svo ógeðslega mikið healing. En maður drepur hann ekki alveg strax. Það var að reynast okkur erfitt að ná að drepa hann fljótt og örugglega. Já, þeir voru svolítið að valda usla í baklæðinu ykkar, Tracer og boltinn. Já. Og það var náttúrulega dálítið svona pínlítið það sem að við ætluðum dálítið að gera, að valda usla í baklæðinu með okkar eigin bolta og svo eru þeir að rönna bolta líka og það er svona, þetta var orðið vesent þegar við vorum svona dálítið að taka fætin sko 5 á móti öllu frontlæðinu þeirra og svo líka flankurum í baklæðinu hjá okkur. Já. Við Skaufur erum svolítið búin að vera veltaði fyrir okkur. Hvað getum við spurt? Hvað er svona skritin spurning sem við getum hent inn sem eiginlega allir kastar að gera og ég held ég að við hitt ágætlega á það. Hvenær byrjaði þú að spila Overwatch og hvað var til þess að þú byrjaðir? Já. Heyrðu, þegar Overwatch kemur fyrst út þá var ég bara eitthvað, nei, heyrðu, ég hennar ekkert að spila þennan leik. Og svo var það ekki fyrir en sko, ég byrjaði í sambandi og við kærastanum leitaði einhverju leik til að spila saman og Stormur, það sem búinn að vera lengi vinur minn, æskuvinur, hann er bara eitthvað, komum að spila Overwatch. Og það var akkurat útsala og þetta var fyrsta anniversary eventið í Overwatch og við byrjuðum bæði að spila og það er bara ekkert farið tilbaka síðan þá sko. Við spilum Overwatch alltaf reglulega sko. Tökum okkur stundum pásur en það er líka bara svo, við eigum svo marga vini sem spila leikinn og erum alltaf að spila saman og erum svo í liði þannig að bara loksins þegar maður byrjaði þetta lið og almenni bikarinn byrjaði þarna season 1 í seinni hluta 2020 þá var þetta bara svona, já, ok, þetta er svona á að spila leik. Það var ógeðslega gaman og síðan þá er ég bara svona farin að elska hana leik meira. Já, ég skil það. Það er rosalega svona gaman, get ég sagt, að spila í liðsumhverfi þar sem allir að reyna sitt besta til að gera það saman og þú ert að gera, sem náttúrulega að vinna. Já, 100% og þegar maður er bara inn á Discord að tala beint við fólk og svona, það er svo mikill munur frá því að vera eitthvað rembast og ít og pústu tólk og tala við eitthvað randóa sem að maður er ekki einu svona skotum með hvort þeir skilji allt sem maður segir eða eitthvað og svo kannski bara hlusta þær ekkert á mann. Já, svo maður er að vera að tala hálfan leik við ykkur svo bara gæin ekkert í voice. Í voice, þetta er mitt, þannig að maður var farin að vera þetta burnt out 2020 og maður bara svona eiginlega ekki hann einu svo lengur og svo kemur almenni bikarinn og þetta bara bjargaði alveg minni löngun til að spila Overwatch og alveg svona gaf mér nýtt líf á þessum leik sko. Já. Það
bara frábært að heyra og gaman að þú skulle geta spilað með kærustunniðinni Og vinum. já, nákvæmlega. En ég hef ekki meira skauður, þú með eitthvað? Nei. Þá Nei. bara segjum við takk fyrir viðtalið og vel gert. Takk fyrir kvöld. Gangi ykkur vel með. Skauður, Já. hann Gunnar biður að heilsa. Gunnar, já, ok, Gunnar biður að heilsa, sko. Sjátt þetta Gunnar. Sjátt þetta Gunnar, má ekki gleyma honum, sko. En líka bara sjátt ég ætla bara að fá að sjátt þetta alla í Berserkjum. Þeir fucking komu og stóðu sig sjúklega vel og við bara komum aftur í næsta leik móti Þorbirni og tökum hann, sko. Gangi ykkur bara mjög vel á móti Þorbirni og enn og aftur, Já. takk fyrir viðtalið. Til að hamingju Bellon Academy. Takk fyrir leikina. Takk fyrir mig. Bye bye. Og ætlum að fá til okkar missinist Kiwi Bird og Freyr the God úr Bellona Academy ætla að koma til okkar í viðtal. Halló. Já, góða kvöldið. Frábær leikur, fyrst og fremst, vel gert, vel spilað. Þetta var spennandi. Einhvað map eða play sem að stóð út fyrir ykkur? Ég held að svari hér sé frekar augljóst, þetta 5v6. Já, ég held að, Ég eftir að muna eftir því bara næsta árun, sko. actually. Frábærlega spilað í 5v6 stöðunni í overtime. Já. Þeir ætluðu þvílíkt að beita sóknum að ykkur en þeir sögðu bara nei. Já, hann Arnar hérna, Kiwi Bird, hann tók bara þegar það var pása og við vorum að býja eftir guðina, hann tók hann bara stjórnina og sagði bara, ok, þetta round, þá munum við spila þetta svona. Við ætlum að contesta án þess að vista alls og sen ætlum við seinasta fight að bara nota allt og vinna þetta, þú veist. Bara mjög vel gert hjá honum. Já, við bara vorum komið með þetta, við vissum að þetta var vinnubúð. Þetta var alveg ótrúlega close. Og ég held að við erum allir ótrúlega stressað. Ég er alveg titrandi sjálfur. Já, ég líka. Ég var... Fyndi að þetta er Arnar, áttu nafni minn? Já, það er líka annar rannur í liðin okkar. Já, Já, Nonni. Nonni. heitir hann ekki Nonni? Nei, hann er annar. Alltaf, nú erum við skaufur eins og ef þið voru kannski að fylgjast með hinu viðtalinu og ætlum við að koma með svona okkar skemmtilegu spurningar eins og aðri kastarar að við ætlum að hendi ykkur hvenar byrjuðu þið að spila Overwatch og af hverju? Hver var að byrja? Vilt þú byrja fyrir? Þú maður byrja annar. Ok, ég byrjaði hérna PlayStation bara basically í launch og var þar með hérna Einari, þú veist, Reyni og Nonna og spilaði það voðalega mikið. Og svo bara þegar ég var 14 ára þá bara fekk ég PC og byrjaði að spila þá. Og síðan hef ég bara spilað basically. Ef ég tekið mér pásu eða eitthvað annir. Every now and then, en annars hef ég bara verið að spila svona off and off. Hvað með þú Freyr? Sko, ég prófaði fyrst Overwatch í PlayStation hjá honum Fusion. Fusion. Og þegar hann færði sig við 12 þá ákvað ég að líka kaupa með 12 og Overwatch. Og við bara svona búin að spila saman leikinn í alveg langan tíma. Þannig það er gaman að vera með honum í liði, þar sem við byrjum saman. Í Overwatch. Já, það er rosalega gaman að spila Overwatch sérstaklega með vinum, sérstaklega í svona liðaumhverfi þar sem það eru allir 6 í liðinu að leitast eftir sama svona objektifi að vinna heilt liði og það er ekki einhver random sem er að trolla þig eða hvað sem hann geti verið að gera. Já. Þannig að ef einhver trollar í liðinu þá veistu hver það er. Já. Eitthvað sem þú vilt bæta skur? Hvað fannst ykkur bara, þú veist, hvað var svona MVP í enemy liðinu? Fannst ykkur? Ég og Freyr vorum búin að ákveða að þetta er þessi EFS gæi. Nei, hann er ERS, já, ERS. Er það ERS. Er það ekki F? Er það ekki það? Já, það er F. Á, er það F? Afsakið, það er F. Já, hann er alveg nasty á ball, hann kemur inn, bara hverfur svo strax. Við wastum fucking, resources í hann og þá bara dippar hann. Já, þú veist, hann rúlar hann inn, skilur, hverfur, síðan allt innum bara birtist hann fyrir aftan ykkur, nothing personal kid og bara,
þú veist, Einmitt. drepur 2 eða eitthvað Já. og bara, Já, eins og til dæmis mjög á vel spilað hjá honum. Route 66, sko, ég held að við værum búin að vinna eitt fæti sem fann haldum bara 3 mindkills og Mhm. ég var bara, ha? Kattinn er Mjög góður krakk. spilari, Þannig sko. já, hann var MVP í allana, mér fannst það. Já, okkur með svona allan. Hann vola erfiður að díla við. Já, Ifs var hættulegur í þessu leik og sem og Berserkir í heild og Bellona Academy líka. Takk. Það var mjög góða leikur. Já, Frábær leikur. mjög spennandi. Gefa öllum gott klapp. Ah. Það er eitt stórt að það. Nei, ég tók nokkuð stór, sko. Já, bara heyrðist ekki. Þá verður það líklegast ekki meira frá okkur í kvöld. Megum við gefa smá shoutout? Að sjálfsögðu. Heyrðu, shoutout á bölvun hérna fokkin Twitterið, Instagramið, TikTokið. TikTokið, líka gleyma það. því. Má ekki gleyma því. Og svo ætla ég að gefa shoutout til mömmu og pappa. Já, náttúrulega sjá þetta mömmu og pappa, sko. Nákvæmlega. Var ekki hér á Hello. þeirra? Actually, það er satt. Bara takk fyrir leikinn. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir. Mjög vel spilað hjá okkur og já, hlakka til að sjá meira frá ykkur. Já, á laugardaginn, eða ekki? Já, official leikur. Reyna. Já. Það verður spennandi. Við mætum í chatið og öll völdum usla á laugardaginn. Vistu vel að. Takk fyrir. Takk fyrir. Það verður þó ekki meira frá okkur í kvöld. Takk allir fyrir að horfa og ég hef verið Arnar Óli eða Snella. Og ég er Skaufur eða Guðmundur og bara takk fyrir okkur og bara enn og aftur mjög vel spilað hjá bæði liðin. Og já, sjáumst bara síðan. Sjáumst hress og kátt í næsta streymi.